Hilmar Veigar Pétursson, vertu hjartanlega velkomin til mín í spjallið. Já, þakka fyrir. Gaman að vera hér. Það var eftir í tekið, þú hélst ræðu núna í síðustu viku á málþingi Áfram Íslands. Já. Það sem að, þú talaði raun bara í 23 mínútur en það eins og þetta hafi kveikt bæði í internetinu og allir umræðinni á lokaspretinu núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu sem við erum að fara í núna laugardaginn næsta. Já, ok, gott að vita. Ég sá nú eitthvað af þessu, en ég var nú ekki alveg að fylgjast með, það er nóg annað að gera. Ég allavega bara leiði að horfa á þetta, þá sendi ég á því skilabóð og grátbaði að koma hana og þú fannst tíma í þínu þétta skedjúli. Þú náttúrulega búsettur í London, búin að vera í 10 ár. Segðu mér aðeins bara frá því, svona til að byrja með, það vita allir að það þekki allir CCP Games og EVE Online og svona, hvaða útstáelsi er þetta á ykkur, þið har náttúrulega verið eitthvað í kóri og út allan heim, en hvað var til þess að þú flutti til London og starfseminn sem er þar, hvað eru þið að gera? Já, sko við náttúrulega gerum EVE Online, þetta bara gefum hann út 2003 og erum svona mikið að bara eltast EVE Online svona fyrsta árin. Síðan svona, hvað við segja, svona 2006, eitthvað svoleiðis, þá fyrir við svona að gera pælingar, hvað gerum við næst og erum mikið að spá í að gera nýja leiki og þá náttúrulega lendum við bara fast á þeim vegg að við vorum náttúrulega bara í áframhaldandi vexti að EVE og það var á þeim tíma erfitt að fá fólk til að flytja til Ísland sem kunni til verka, tekur langan tíma að þjálfa upp mannskap til að geta gert gagn. Þannig að við vildum opna skrifstofur í útlöndum, þar sem við getum þá ráðið fólk sem kann til verka, einhver leiti í útlöndum, kannski sett einhverja Íslendinga með og svona. Og við gerum þetta, við opnum skrifstofur í Bandaríkjunum, í Kína, kaupum lítið fyrirtæki í Norður Bretlandi, í Newcastle og erum með á einhverjum tímapunkti erum við með skrifstofu í New York, Seattle, San Francisco, Atlanta, Shanghai. Var það allt bara fyrir EVE Online projektið? Nei, þetta var svona, það voru 2 nýja leikir sem vorum að vinna í og ég myndi nú segja að þetta var ansi gestfarið hjá okkur. Við fórum gjörsamlega fram úr okkur, maður að vera alveg heiðlegur. Bara viðurkenna það? Já, og þetta var nú svona, þetta var svona ferlið það sem að, sem að ég ætla nú að kannski vera aðeins mildur við okkur, að þegar maður er búin að gera EVE Online, sem að er bara gjörsamlega stórskrítið að það hefur gengið upp, að þá vorum við komin í svona gýrin að ég held að við gætum bara gert hvað sem er. Bjartsýnin var alls ráðandi. Já, og bara dramb, hreinlega, bara kallaði það sem það er. Og síðan náttúrulega tekur það við að byggja fyrirtæki í öðrum löndum og byggja bara leiki og allt það er bara risapakki og við erum svona búin að vera vinna úr þessu og gefa út aðra leiki sem eru að gengja ágætlega, enginn gengið þess vel á EVE. Síðan vorum við nú búin að einhvern tímann taka þetta ansi mikið niður, svona snerta fyrirtæki niður í einhverja stærð sem að svona, ég myndi segja að væri eðlileg og þegar koma næsta fasa í að reyna fyrir sér aftur þá horfðum við mikið til, hvar ættum við að opna út í bú og byggja upp skrifstofu og London kom þar mjög bara þétt upp bara mikið líka reyningu við vorum búin að skoða mikið í Kanada öðrum borgum í Evrópu og annað slíkt og London kom upp úr hattinum og meðan við hvernig öll hinn útgerðin hafði gengið að þá ákvaði ég bara, þá bara flyt ég til London og ég verð þarna bara með stúkusæti á hvernig þetta gengur og kannski eitthvað að hjálpa til og við erum núna bara að vera að byggja þar upp teimi og nýta okkur allar reynsluna af öllu hinnu baksinu og við erum komin núna með teimi og leik sem að mögulega er að fara í einhvers konar útgáfu fasa á næsta ári, skotleikur sem að er svona gerist inn í heiminum og reyndar tengist í online. Þetta er tölvuleikjabransanum svipað eins og með hljómsveitir eða þú veist náttúrulega að tala lögin í Evrópusambandinu en ég segi að samanskapi hlýtur að vera við tölvuleikjabransanum þið þurfa að ná að gefa út hittara alltaf reglulega. Það er ekki bara að gefa út einhverjar lummur sem að slá ekki í gegn. Heldur betur að gefa út plötu nummer 2
er yfirleitt miklu erfæri en ekki plötu nummer 1 Akkurat. og við erum alveg búin að gefa út smáskífur en okkur vantar en þá við erum ekki búin að gera aðra plötu enda náttúrulega verður nú að segjast aftur okkur til ykkur skoðan varnar Ivan Lane er bara svo mikið undraverk það er mjög erfitt að gefa út plötu 2 eftir Ivan Lane sko. Og eru þið ennþá að er arðsemi af Ivan Lane ennþá góð? Mjög góð endur fjárfæstu mikið og heildaræfitekjur Ivan Lane eru 1,5 billion $. Vá, það er svakalegt. Það er svona Kárahnjúkavirkjun jafnvel 2. Já, en já, þú minnist á það í ræðinu, þú ert að flytja þetta til London akkurat bara þegar að Brexit nýgengið í gegn, 6 vikum eftir Brexit. Já, þetta var nú sko auðvitað kom það til aðeins fyrir að ég verið að fara að flytja þetta, þannig að við erum svona pakka upp húsinu og gera eitthvað svona og græja meðan þetta rennur yfir og var svona ég myndi segja að þetta hafi nú ekki sérstak áhrif á ákvörðunina í sjálfu sér sko en það var mjög áhvert að lenda þarna bara og lenda svona í einhverju ástandi þetta var ástand. En ég velti fyrir mér að því að þú varst yfirlýstur Evrópusinni eða þú talaði fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið þarna í fyrri atrennu okkar einhvern veginn í kringum 2013 eða eitthvað ertu með ræðu það sem voru að lasta krónuna og segja okkur að drull okkur inn í Evrópusambandið og það er svona, maður sér það á málflutningi Evrópusinna eða þú veist, þeir sem eru hlindir aðilda þeir tala allir að Brexit sem nú bara skýrast að dæmi að það sé bara hryllileg hugmynd að hafa farið þarna út. Hvernig var fyrir þig, þú veist, að vera Evrópusinni og vera að fara að flytja til London þegar að Bretland eða þegar Bretland ákveður að gangur Evrópusambandinu? Fannst þér ekki algjörlega galið það? Sko, ég held þarna ræðu á Iðnþingi 2014 vissulega íslensk króna og við vorum ekki vinir, ég og íslenska krónan og það bara gengur í marga ætliði ég erfið þetta í beinan föðulegg óþólu íslensk króni og ég var nú auðvitað að horfa á þetta aftur þegar ég var að fara að halda þess að seinni ræðu og þá var það svona, ég held ég hef sagt að bókstaflega að Evrópusambandið væri ekki cool en við gætum þurft að þola það til að losna við krónuna þannig ég held að þetta hafi nú mikið gjaldmiðlamál og ég hef nú kannski ekkert verið að pæla neitt rosalega mikið í hvað Evrópusambandið en það ég man það svona að maður hugsa tilbaka fólk var ekkit voðalega með djúpra pælingar hvað Evrópusambandið væri. Nei. Það var ekkit svona eitthvað vítt samtal það og ég held líka sko að því að náttúrulega veist, nú er þetta Rómarsáttmáli, Maastricht, Lissabon veist, þetta er náttúrulega búið að vera í mikilvæg þróun og mikið gerst síðan og ég held sko Evrópusambandið sko bursið frá því hvort að Bretland er inni eða úti Evrópusambandið í dag og Evrópusambandið þá eru bara mjög ólíki hlutir. Já, ég held að það sé rétt. Að öllu leyti og núna er náttúrulega búið að því að það er búið að skrifa mikla ástandsskýrslu Evrópusambandið að Mario Draghi og það liggur bara fyrir að það er grunnurinn er fúinn og þakki legur og það er draugagangur á klóstinu sko það er bara, þetta er ekki hús sem vilt vera mikið að pæli en ég man á þessum árum var þetta aðalega bara samtala evru eða krónu og það að hvort við varum gangi Evrópusambandið var ekkert eitthvað, var enginn að pæli því en það var á þessum tíma heilt yfir bara allt íslenskt atvinnulíf því mjög fylgjandi að gangi Evrópusambandið samtök iðnaðarins, atvinnulífsins verkalýðsfélög, það var allir bara nokkuð mikið til í þetta og það hefur eiginlega alveg snúist við í dag. Já, það hefur alveg snúist við, nú erum við að horfa bara allt annað ástand það verðist vera engin salur fyrir þessu neinstæðar ykkur svona kiki pakkan er náttúrulega forvitnilegt og ykkur leiti bara mjög gott branding segja bara eins og er og ég held að allir geti tengt við þetta maður fara að taka ykkur alvöru ákvörðunum með þetta segjum bara já og ákvörðum okkur síðar sko ég get alveg tengt við þetta að þetta er alveg keksflókið að komast að eitthvað niðurstöð í þessu ég var nú bara þegar ég var að taka saman þessar ræðu mína sko þetta tók alveg á að veist, halda sig á málefnulegum nótum og útskýra fyrir sjálfum mér og öðrum af hverju mér hefur snúist hugur og það er náttúrulega bara ansi mikið af
blóðið drifinni slóð af mistökum og það er náttúrulega, veistu, ykkur leiti ósangjarnt sko að vera kannski endalaust að draga Evrópusambandið upp úr því hvað gengur illa. Svona fyrirbærum náttúrulega bara gengur vel og illa bara, þetta heifist bara yfir tíman. Já, en það er óneitanlega röð af slæmum ákvörðunum sem að hefur leitt Evrópusambandið á mun verri stað í dag heldur en það var þannig fyrir. Já. Evrópusambandið þegar við sækjum með stærsta hagkerfi í heimi. Já. Nú eru Bandaríkin stærri, Kína er stærri og það er náttúrulega einhver leiti Bretland gekk út og það var alveg partur af Evrópusambandinu en samt ef við leiðréttum fyrir það hefur þetta ekki gengið vel. Já. Og sko, af því þú segir að þetta hafist aðalega snúist gjaldmiðilinn þegar að þú varst á þessari skoðun nú ertu á annarri skoðun hvað myndir þú segja að sé svona aðal ástæðan fyrir því, ekki svona tilfinning heldur, hvaða staðrind er það sem getur bent á sem að leiði til þess að þú ert hlindar því að Íslendingar noti áfram eigin gjaldmiðil í staðin fyrir að taka upp svona alþjóðlega öruga mynt eins og evruna. Sko, það var á þessum tíma sko, það var búið að vera að reyna að finna einhvers konar umgjörðu utan íslensku krónuna svona frá því að við byrjum einhvern veginn að opna hagkerfið, kannski segjum einhvers staðar 2000, ekki alveg hvernig þetta byrjar, og það var búið að prófa ýmsar stillingar og nú náttúrulega er svona fyrsta vesenni byrjar 2005, þar sem að krónan styrkist mjög bratt og þá lendu við bara mjög illa í því. Við vorum náttúrulega bara nýbúin að gefa út í online, vorum bara á kafi að láta það allt saman virka, vorum ekkert að pæla einhverjum gjaldir í svo vörnum og einhverju svoleiðis. Þannig að við erum alveg óvarðir fyrir styrkingafasanum og þá verður það þannig að við byrjum árið í hagnaði og endum það í tapi, bara því að krónan hreyfist 40% innan ársins. Og útskýri fyrir það sem að pæla ekki mikið peningahagfræði að svona þegar krónan styrkist og þið eru í svona útflutningsiðnaði. Já. Hvaða áhrif hefur það nákvæmlega á ykkar vöru og ykkar bara samkeppnishæfni? Sko, við erum náttúrulega með tekjur í erlendrými. Fyrst og fremst í dollarum á þessum tíma. Ég held að við bara rukkaði dollarum, bættum evrum við hans seinna. Og þá þurfum við að kaupa krónur fyrir dollarana og borga síðan fólki laun í krónum. Já. Og það er kannski ykkur vinnaði á fyrirtækinu, hann var kannski 300 krónur í laun og það eru ákveðnu margir dollarar og þá fer ég að ég kannski með $1,000,000 og launakostnaður er helmingurinn af því. Ef krónan styrkist svona mikið, þá er alltaf launakostnaður rúm 70% af því. Og þá er bara voða lítið eftir, af því að krónan sko er hún miklu dýrari á móti dollar en fólki sem fær krónuna kannski upplifir það ekkert alveg beint. Nei. Það er bara appsinu saman út í búð, kostar það sama. Vissulega verður hægt að kaupa sér flatskjá eins og frækt var á þessum árum. En það er ekki eins og fólk upplifi einhverja breytingu hjá sjálfum sér. Nei. Þó svo að kaupmáttur vissulega aukist, þetta er ekki eitthvað sem fólk finnur á einu ári, sko, eða allavega mánuði til mánuðar. Þetta var mjög sterkur og krappur styrkingafæsi. Síðan náttúrulega tekur við bankahygstið 2006, allir aftur í gýrin og svo náttúrulega 2007 og the rest is history. Og þegar maður er þarna komandi upp úr þessu 2014 þá er staðin í rauninni þannig að ég held að Össur Skarphéðinsson seti Evrópuumsóknina á pásu fyrir alþingiskosningar einhvern tímann í lok 2013 og þá er alveg ljóst að planið er ekki að gangi í Evrópusambandið eftir að það er svona þetta ástand kemur upp og þá er ég svolítið að halda þessu ræðu í því samhengi hvað ætlum við að gera? Hvað áttu við, planið var ekki lengur í gangi í Evrópusambandið eftir að hvaða ástand kom upp? Sko, Össur Skarphéðinsson setur þetta einhvern veginn á pásu. Af hverju gerði hann það? Ég held að því að það var þingkosningar í lok 2013 og það var eitthvað að vera að vinna með það. Ég man þetta ekki alveg í smátröðum, maður kannski ekki svakalega mikið að fylgjast með þessu, nóg annað að gera. En það var svona nokkurn veginn ástandið. Og þá er allavega svona yfirlýsingum, nú er ekki planið beint að gangi í Evrópusambandið að taka upp evru og þá var ég svolítið
að segja þarna mars 14 ok, ef það er ekki planið, hvað er planið? Hvað er það að pæla? Já, eða bara hvað er planið? Og sem ég held að bara verið eðlileg spurning, það var ekkert alveg ljós hvað planið væri og þess vegna held ég að þegar við erum að horfa á svona ástandi í samfélaginu, atvinnulífið almennt á þessu og svona einhverju leiti kannski, þetta svona almenningur hafi kannski verið eitthvað svaka mikið að pæla í þessu, kannski svona nema bara fyrir utan að eitthvað svona hrunið ný staðið og við getum þetta ekki sjálf og eitthvað svona flótta ástand sko. Þannig að veist, það var svolítið upplepp þegar þetta kemur upp. Síðan myndi ég segja að það sem hefði gerst er að mörgu leiti það sem að enginn átti vona á að svo náðist utan gengi krónunar sérstaklega og það hefur verið nokkuð stabílt síðustu 10-15 árin. Og kannt þú að skýra það? Hvernig náðist utan gengi krónunar? Hvað er það sem að við gerðum og hvers vegna hefur það gengið svona verið og hvers vegna hefur það verið stabílt? Sko, hún er náttúrulega í einhvers konar hálfhöftum. Það var búið að taka svona verstu hlutina sérstaklega í svona vaxtamunarviðskiptum og afleiðusamleikum og öðru slíku sem náttúrulega gýruð hana ansið mikið upp þarna í hruninu. Síðan tókst að leysa vel úr hruninu, það við endum eftir öll stöðuleikaframlegin og allt þetta fyrirbæri sem er langt að mála fara í. Það endum við og eins og við horfum á okkur í dag þá á íslenska hagkerfið meira erlendu gjaldeyri en það skuldar og það er mjög sjaldgæft í heiminum. Það er ekki mörg lönd sem er í því standi. Partur af því er náttúrulega uppgerið á hruninu, partur af því það gengi mjög vel í útlendinsgreinum og svo bætist ferðamannabransinn sem að róterar miklum gjaldeyri í gegnum, kortaveltu ferðamanna og alls konar svona hluti. Þannig að sko umfang sko gjaldeyrismarkaðar og annað slíkt og varaforði Seðlabankans og staða lífeyrissjóðanna í útlöndum. Lífeyrissjóðakerfið hefur vaxið mjög í gegnum þetta tímabil, fer frá því að vera svona tæplega 1 þjóðarframleiðsla, ég vera næstu í 2 þjóðarframleiðslur. Mikið til að eignir lífeyrissjóðanna eru í erlendri mynt. Fyrst og fremst í bandarískum eignum, fyrst og fremst í nýsköpun í Bandaríkjunum. Íslenski lífeyrissjóðir eru mjög góðir að fjármagna nýsköpun í Bandaríkjunum ásamt evrópskum lífeyrissjóðum og kanadískum lífeyrissjóðum og amerískum lífeyrissjóðum. Og annað sem ég fór yfir í ræðinu, það er ekki mikið að vera að fjárfesta utan Bandaríkjana, það er sérstaklega Evrópu, ekki einu sinni Evrópubúar sjálfur. En allavega þetta hefur bara gengið vel og það hefur myndast ákveðin grunnur til að reka myntkerfi ofan á og ég held að okkar skilningur á þessu öllu hefur bara vaxið að því oft voru menn með eitthvað svona almennar hagfræðikenningar, hvernig hlutin ætti að vera. Megum við þakka bara þeim lærdóm sem við drófum að hruninu að við fórum að stilla þetta betur og... Já, sko ég held að bara veist, sá veit sem reynir veist, eftir því bara að við erum að fara lengra og lengra með þetta veist, við erum kannski ekki mjög gömul þjóð ef við horfum að það, við erum kannski fengum fullveldi 1918, veist, við erum bara að vera fullvelda þjóð í 100 ár þannig að byggja eitthvað með þetta krónu í eitthvað tíma og horfum bara á sögu þjóða þetta tekur oft bara ágætis tíma að vera þjóð veist, það er búin að vera bankarhunn í Skandinavíu veist, það er að finna bankarhunn einhvern tímann í Svíþjóð þess að það þurft að veðsita kóparfakkið á Seðlabankanum sínum. Þannig ef þú trúir því að við séum kannski mögulega vorandi búin að finna loksins stillinguna og sem við getum haldið okkur við og þannig að þetta geti verið stöðugt. Menn við erum alltaf með allar þessar útflutningsgreinar sem er alltaf frumforsendan fyrir stöðugu gengi. Það er bara að flytja meira út heldur en við kaupum inn. Já, sko, þetta er augljóslega ekki komið. Við erum ennþá hérna að taka á vöxtum og verðbólgu og það er ekki á góðum stað. Þannig að við erum ekki alveg búin að ná utan þetta. Það liggur alveg fyrir. En fyrst við náðum utan þetta, það er eitthvað svona fyrsta skrefið og við erum ennþá kannski að díla aðeins við það að ég held að fólk trúi þessu ekki alveg. Að gengið sé búið að vera stabílt. Það er allir svona einhvern veginn að bíða eftir einhverjum skell og eitthvað svoleiðis. Veist, það er bara eitthvað svona... Maður heyrir oft að menn að minnast á þetta sko, að gengi krónunar sé búið að vera stöðut núna og stöður að jafnvel en evran og eitthvað.
En það er enginn sem að tekur það eitthvað sem einhverjum fasta, þú veist, það bara búið að vera í smá tíma og svo fáum við skellin, sko. Já, og það má nú líka alveg, sko, færa ágætis rök fyrir því að það er ákveðin víxlverkun á milli svona hásvaxtastigs og hásraungengis. Þannig að þegar við förum svona að diffuse the bomb, sko, sem að það eru augljóslega að fara að gera, það þarf alveg að gera þetta varlega. Að því að þegar þú lækkar vextina þá ertu aðeins að taka undan krónunni og það þarf að leyfina að síga og þá kemur svona, hefur margum talaði vélenda bakflæði sem að kostnaður innflutta vara hækkar og þá kemur verðbólgun og allt það. Þetta er alveg verkefni að ná þessu ástandi niður. Þetta ástand náttúrulega skapast á okkar einu ákvörðunum í COVID og Grindavík og öðru slíku og aftur bara margir sem gerðu bara alls konar mistök þar í alls konar uppákomum, sko. Og ég meina fólk bara gerir sitt besta, það er ekki að díla við heimsfarundur nema 100 ára fresti og kannski lítið svona samfélagslegt minni hvernig að taka á því, sko. Við erum allavega á því ástandi og við þurfum að taka á því, en allavega með stabíla krónu undir þessum kringumstæðum ættu við alveg að geta gert það, sérstaklega við höldum áfram að byggja upp útflutningsgreinarnar sem var að fara yfir, þá núna hugverkastóðin orðin stærri en sjávarútvegur og 2030 ætti hugverkastofan að vera orðin stærsta útlendingsstóð Íslendinga. Hver er stærsta núna? Er það ferðamannaðurinn? Já, ferðamannaðurinn og svo sjávarútvegur og svo málmbræðsla. Og er hugverkaiðnaðurinn orðin sko stærri heldur en sjávarútvegur? Það er ekki bara eitthvað svona flúk eitt ár? Nei, þetta er alveg búið að vera mjög steady sko vöxtur á hverju ári. Það er svakalegt. Já, og alls engin bóla strikið er alveg undarlega bara rólegt bara vexta mjög vel á hverju ári fyrir sig. En hvað, eru mörg fyrirtæki eins og CCP? Eða? Já, það eru bara mjög mörg fyrirtæki. Þetta var alltaf á þessum árum, þarna 2014, það var þetta Össur, Marel, CCP og svo myndi ekki neitt meira, því það var ekkit meira. Og svo erum náttúrulega búin að fá ótrúlega fyrirtæki eins og Keresis, alls konar gróska undir niðri, alls konar að koma, önnur leikjafyrirtæki hefur komast fyrir vind, í hagnaði. Við erum svona næstu því að ná því að vera með eitt profitable leikjafyrirtæki per 100.000 manns, sem er eitthvað svona KPI sem ég ætla að fara að vinna með erlendis. Og þetta er náttúrulega algjör game changer að sko, að því að lengi vel þá reyttu okkur bara á sjávarútveg og stóriðju og svo bættist ferðamanniðinaður við, þú veist, reynur á svipum tíma og hugverkaiðnaður var að gera líka, sko, en við hefði enginn trúað því, sko, að þessar tvær stóðir eruðu stærstu stóðirnar, þessar nýju stóðir, hugverkaiðnaður og ferðamanniðinaður. Og þannig er aftur, sko, veist, hvað er breyst hjá Evrópusambandinu, hvað er breyst hjá okkur, veist, Evrópusambandið er allt öðruvísi og við erum allt öðruvísi og það hefur gengið mjög vel að byggja upp þessa hluti hjá okkur, þessa hluti vill Evrópusambandið byggja upp, Draghi skýrslan fjallar það. Við höfum náð þessum árangri svona tiltölulega ekki mjög markvisst, það er vissulega samt mikið af endurbótum sem hefur verið unnið í gegnum kerfið sem hafa stutt við þetta. Stjórnvöld hafa stutt við þessu uppbyggingu og núna er komin mjög öflug atvinnustefna sem er í og með líka byggt á vinnu í gegnum nýsköpunar tækni og nýsköpunarráð, vísinda og nýsköpunarráði, ég þarf að læra að segja þetta. Og það rammar saman, þannig að nú er alveg til, sko, næsta skref að taka aðgerðir sem ættir að ganga í og það sem að hefur svona alveg auka breyta í allir þessu samtali mér finnst þetta að vera aukaatriði, þetta Evrópusambandsmál, miðað við hvað við gætum stutt við þennan árangur sem þegar er komið og komið okkur alveg virkilega á þann stað að þetta er okkar stærsta útflutningsgrein á meðan hinnar eru líka stækka, veist, fiskverð er að fara upp, verð á ál er að fara upp og einhvern veginn koma ferðamennir en ennþá þó að krónan sé rosalega hótt skráð, ég meina að það að kaupa sér kaffibólla á Íslandi er náttúrulega bara ferðamæður en samt komaðir augljóslega mjög góða vöru að selja og við erum bara mjög góðri siglingu hér og ég held að athygli stjórnvalda ætti að vera á því bara 100%.
og ég bara hef áhyggjur af þessum athyglisbresti sem að Evrópusambandið mun vera. Og ég deili því alveg með þér, en ég get samt ekki annað en velt fyrir mér rökum jásinna sem sem myndi þá held ég benda á að þrátt fyrir að allt þetta sem þú segir sé rétt, það gengur vel og útlitið er bara gott fyrir framtíð Íslands, við erum bara að halda áfram að stíga sömu skref og þá eru okkur allir vegir færir, en þá myndi ég segja samt já, en væri það bara ekki ennþá auðveldar og betra með stóra alþjóðlega mynt sem að við viljum meina þessu jafnari, þó hann hafi reyndar ekki krónan hefur verið stöðurinn á síðastliðin 10 ár heldur en evran eða ekki rétt fyrir mér. Jú, það er rétt. Og en þú veist, svona in the long run þá vil ég að meina að þetta er alþjóðleg mynt og alþjóðleg mynt eins og evran laðar líka að meiri fjárfestingum. Það þýðir að þá eru við komin á kortið miklu betur sem raunhæfur möguleiki fyrir alþjóðlega fjárfesta sem að myndu annars bara byrja krón og verðtrið króna, hvað er að tala en ég nenni ekki að koma nálægt þessu en ef það er bara með evru sem allir þekkja að þá er bara að opnast allt, þá koma bara fjárfestarnir í röðum. Hvað segir við því, Hilmar? Nú hef ég safnað ansið mikið af peningum frá erlendum fjárfestingum. Ég held að það sé komið upp í $300 milljón. Já. Íslenska krónun hefur aldrei komið upp. Bara aldrei. Nei. Að því að við erum náttúrulega að byggja fyrir útflutning. Þannig að allar tekjur eru yfirleitt í dollarum eða evrum eða jenum eða bara einhverju mynt sem fólk þekkir. Það við borgum laun í krónum á Íslandi er fólk ekki rosa mikið að spá í. Nei. Það bara hefur ekki komið upp. Ég veit að þú ert að fjárfesta í fyrirtækjum sem að mögulega ætla að gera sér eitthvað á íslenskum markaði, þar sem að tekjur og kostnaður er í krónum, þá vissulega skiptir þetta máli. En ég held að svona sanna sagna, það er enginn erlendur fjárfestir að fara að gera það. Nei. Okay, Nei, það er líka ef maður ætlar að fá erlendan fjárfesti að íslensku fyrirtæki, þá hlýtur það að vera þess að maður ætlar þessu íslenska fyrirtæki að verða alþjóðlegt. Og ætla að fara í einhverja major útrás. Algjörlega. Og þannig að ég skil hvað að segja. Það er ekki erlendur fjárfestir farin að fjárfesti í fyrirtæki til að selja Íslendingum eitthvað. Það bara meikar ekkert sens. Og þetta hefur bara ekki mikið komið upp. Ég meina, þetta kom aðeins upp þarna með við vorum í þessu rosalegu sveiflum. Það var þá fjárfestar sem voru með okkur og voru mjög hissa á þessu gengisflökti. Sjálfsögðu var það dæmi. menn koma bara ekkert rosalega mikið að borðinu í fjárfestingum í nýsköpunarfyrirtækjum sem að heilt yfir eru bara fjármögnuð í fjárfestingunni, eru svo bara að eyða fjárfestingunni og svo er þetta varað ekki. Þannig að þetta bara hefur ekkert rosa mikið það að segja. Það getur mögulega haft eitthvað með að segja í einhvers konar annars konar útgerð. Ég bara þekki það ekki, en allavega minni reynslu. Þetta bara kemur ekki rosa mikið upp. Þetta er aðalega bara að tala hverju líkur á árangli, getið þið ráðið fólk, er nú mikið að klára fólki hérna, veist hvernig er planið og hvernig er pivotið og eitthvað svona. Þannig að gengis áhættan, hún er aldrei meira heldur en bara eitthvað starfslið á Íslandi, þú veist, sem að borgi krónum, þú veist að... Já, og það er gengis áhætta og fyrst og fremst er kostnaður í nýsköpunarfyrirtækjum launakostnaður, þannig að við skulum ekki vannmeta að það er gengis áhætta, en aftur, ef að gengi krónunar er stöðugt, þá náttúrulega á einhverjum tímpúti verður maður að fara að setja minni vikt á gengisáhættuna að því eins og hún liggur fyrir núna bara með hvernig krónun hefur verið, þá hefur hún haldið. Og aftur ef maður horfa bara hart út frá útflutningsgreinum, þá var náttúrulega laun og króna mjög há ákvarðað núna. Það er nú alveg stór merkilegt að þessu útflutningsfyrirtæki sem eru hérna eru bara að þola þetta og ef eitthvað þá á frekar að gefa eftir, frekar að rjúka upp, raungengi er mjög hátt og líklega þegar við förum að lækka niður vextina, þá verður líklega að sé á krónni af því að vextinir að ykkur leiti drífa upp verðgildi krónunar, þannig bara svona alveg basic akkfræði, hátt og vastast bindur peningana, þá verður þeir korki í neyslu nýja fjárfestingum erlendis. Þannig að
að það er kannski frekar að hún síi frekar en rísi að því það er vandræðin þegar það gerist þannig að sko allavega og þetta að mörguleiti ótrúlegt ég hefði náttúrulega enga trú á þessu að það myndi fara svona en ég held ég nokkur maður þetta bara mjög óleiklegt. En ég velti aftur fyrir mér, hvað getum við þakkað Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra fyrir að hafa verið með svona staðfestu eða hverju má helst þakka að þetta hefur verið svona stöðugt? Sko, ég held að þetta sé svona mikið samvinnuverkefni að halda genginu stöðu. Ég held að fólk sé leynt og ljóst og meðvitað og ómeðvitað hafi ímyngust á því að gengi sér út allt. Og ég held að það hafi bara verið eitthvað svona þjóðasátt þó hann hafi ekki verið skrifið niður að við ætlum að ná því. Við náðum þessu með vexti á verkbólgu þangað til COVID kemur og við bara hreinlega brentum svolítið mikið af peningum og við erum svolítið að súpa seiðið af því gott og vel, tókum líka vextina mjög lágt niður, bjökum til eignabólu við gerðum alveg hluti sem þarf að læra af en þannig er nú bara lífið við erum að gera nýmistök og sem eru kannski aðeins og það er líka öðrum en gott og vel, þetta er að ganga betur ég get ekki setið hér og ég held að enginn geti gert það og sagt bara eins og fólk fyllir svona, þetta er aldrei tekist það er alveg, ég meina þetta er að ganga betur, horfiði bara á útflutningsjöfnuð, gjaldeyristöðu þjóðfélagsins hvernig svona mixið af útflutningum okkar hefur gjörbreyst. Það er ekkert að segja þetta sé sama landið og þetta var þegar við sækjum fyrst og sama má segja Evrópusambandið. Þetta er ekkert sama Evrópusambandið. Fólk það bara að taka alveg nýja ákvörðun eins og ég gerði. Ég held að þetta sé bara ekki máli núna. Nei. En sko ef við hugsum óháð því hvort að Evrópusambandið sé öðru sér heldur en það var og alltaf bara þurfum bara áfram þessa evru eina á sér að þrátt fyrir að þetta sé fara að ganga vel hjá okkur og við séum búin að vera að finna einhverja fínstillingar á krónunu og allt þetta að ef einhver myndi leggja til bara já en samt, þú veist, sleppum bara þessu krónubixi og vera að þurfa að finna og þá þurfum við ekkert að hugsa neitt þetta það er bara stöðu evra, við höfum ekkert það að segja og hún er bara eins og hún er og við þurfum bara að díla við það hvað segir slíkar röksamdar festur? Sko, ég held að það sé mikilvægt að átta sig að þetta er mjög flókið samverkandi kerfi og ef þú ferð og tekur eitthvað svona eina breytu og segir ef við breytum bara þessu að þá haldist allt annað stöðugt og þetta sé betra og ég held að fólk sé svolítið að einangra sko peningastefnu eða gjaldmiðlamál svolítið frá eitthvað svona heildarmynd og ég held að þetta sé mjög víxverkandi og samverkandi kerfi. Ég er ekki að segja það með algjöri fullaustu að þetta sé ránt. Ég er ekki að segja það. Ég hef alveg nægilega oft haft ránt fyrir mér að vita að maður bara hafa ákveðin auðmygt þegar kemur á svona frekarflóknum málum. Þetta er ekki alveg eitthvað klift og skórið mál. Ég held bara ef við horfum á stöðuna akkurat núna við erum á mjög góður róli með að byggja upp okkar útflutning og byggja upp okkar hagvöxt. Það er reyndar aðeins hyggst í því núna og það þarf að taka því alvarlega. Það er aðeins að gefa eftir og við þurfum að finna núna nýjan gír á nýju hagvöxtaskeiði og ég held að stefna vísinda og nýsköpunarráðs, þetta vinnur saman, aðgerðaáætlun tengdin það. Hún hefur rosa mikið með menntun að gera. Við erum náttúrulega bara neyðar ástand í menntunumálum, ég held að það séu allir samanlega því, liggur bara fyrir í öllum niðurstöðum. Grunnmentuninni. Já, og bara upp og niður allanstega. Og það er ekki gott. Við erum samt ennþá sko mjög mentuð þjóð, það er með hátt mentunarstig. Já, ég held að sko, veist, þegar kemur að mentun kannski sem gagnir að í efnahagslegu tilliti, þá held ég kannski veist, þegar kemur að STEM-greinum við erum ekki að gera gott mót veist, við skulum vera alveg róleg við erum satt með fullt af feministum nei, ég ætlaði ekki að segja feministum ég ætlaði að segja kynjafræðingum já og það er mjög mikilvægt já, það er kannski hægt að flytja það út, ég veit ekki ég meina hvað veit maður, en allavega það er skortur á fólki með STEM-mentun það liggur fyrir og það er ekki mikil menning fyrir því í bara öllu samfélaginu
það er bara stór átak að láta það komast að betri stað og það byggir undir það er menntað fólk sem er auðlindin fyrir hugverkaiðnaðinn og veist, ég þarf að flytja inn menntað fólk, því það er ekki nógu mikið að menntaðu fólki hér og ég má heldur ekki einoka allt menntað fólk á Íslandi, veist, það eru 300 mann sem vinna hjá Fenris sem fyrirtæki heitir í dag og ég meina, eins og ég oft segir í útlöndum, það er 1 af hverjum 1000 Íslendinga vinnur hjá okkur. Já, ok, þessna ert í London. En þú ert að segja sko að það sé ekki svona ein breyta, það er miklu meira í spilinu sem gerir það verkum að Íslandi gangi vel. Já, ég held í fyrsta lagi, pásum okkur af því, þetta er mjög flókið kerfi, við höfum bara auðmygt fyrir því og veist, evran er eitthvað í dag, þegar við myndum taka hana upp og ég er nú búin að skoða það hansi mikið. Jón Danielsson skrifar góða grein 2025 í fyrra að svona það sé hægt að taka hann upp 2042. 2042, veist, það er svolítið langt þangað til. Það er bara, hvað verður sko. Já, hvað verður evran þá? Ég fór að skoða þetta mjög vel og ég held að þetta sé næstu því bjartsýn spá. Að því ef við skoðum, sko, ok, segjum að komið hérna tæft já, síðan fyrir við að þrátta við Evrópusambandið, eins og Kristún Frostaradóttir sagði núna nýlega í Chess eftirtakt. Það er brjálæðislega mikil vinna. Mikil athygli sem fer í það. 100%. Ef við stöndum tæft, þá verður engin sátt um það. Það sem við erum búin að upplega þetta sem við erum bara að halda áfram. Það verður mál þó í þinginu. Það verður allir að segja allt um allt. Allir vita allt um allt. Og svo mögulega mun ganga að því að Evrópusambandið annarkvort lokkar okkur inn eða bara virkilega þarf okkur inn og við náum okkur til. Það getur líka alveg gerst. Sjáum að það gæti hins vegar gerst að kjörtímabili myndi ekki nýtast. Þá eru komin bara eitthvað allt annað mál, þá eru þetta mega kostningamál aftur. Svo þarf að fara, kemur aftur í gang eða lendu aftur eins og síðast, þetta er nákvæmlega það sem gerði síðast, að það bara kjörtímabilið mun aldrei endast í þetta. Já, ég held að þessi bara ágætis líkur í því, það gæti samt gerst, ég hef nú ekki alveg verið að afskrifa fólki, ef við setjum okkar besta mannskap í þetta, hann er þá ekki að gera eitthvað annað með hann, kannski er þetta náði, en sko það er ágætis líkur fyrir það mun ekki nást. Þá eru komin í þingkostningar, þá kannski komum bara eitthvað annað upp og einhverjir margir augljóslega með það á stefnuskrá að fara þarna ekki inn, ef þeir ná meiri hluta. Ég meina þá verður þeir augljóslega kostnir til að setja þetta á ís eins og gerist síðast. Nú ef það gerist ekki, ef við fáum annað þing, þá þarf að fara að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að samningurinn er komin. Guð minn almáttugur, þá rífumst við hvað var í þessum pakka. Það verður ekkert ljósara. Ég get alveg sagt ykkur það. Það verður bara endalaust samtal þetta, reikningar hér og þar og alls konar og ég veit ekki hvað. Herðu, ok, þá þurfum við að fara að breyta stjórnarskránni. Það verður svolítið mikið auðlindaákvæðið. Hvernig hefur það gengið? Gangi okkur vel með það. Og svo þarf að taka alveg, sjáðu bara fyrir þér track changes, dokumentið, vördskjalið, sjálfstæði, fullveldi, raukt. Og allir bara debata, nei þá að vera svona og svo kemur bara svona orðtækni notkun alveg upp alla veggi Guð minn almáttugur þetta reyfast þetta og það gengur ekki mjög vel fyrir okkur að breyta stjórnarskránni og svo þarf að kjósa nýtt þing og samþykkja þetta aftur og svo þegar við búin að fá það þurfa öll ríkin að samþykkja svo fyrir við að sækjum í ERM2 aftur þurfa allir að samþykkja síðan erum við alveg ótrúlega áhugaverða ástandið þau eru komnir í ERM2. ERM2 snýst að finna skiptigengið. Við höldum það snúist vexti á verðbólgu. Ykkur leyti gerir það er ákveðið mælikvarði á því, en það verður að passa það að gengi gjaldmiðilsins sé ekki proppað upp með vöxtum. Af því það er hægt að gera það. Og vissulega er það rétt að við getum fengið lán frá Seðlabanka Evrópu á góðum kjörum. En ef við tungum lán frá Seðlabanka Evrópu til þess að í rauninni proppa gengið, veist, hagsmunir okkar og Evrópusambandsins eru ekki sameiginlegir. Þeir vilja hafa rétt gengi, við viljum hafa hátt gengi. ERM2 gengur úr það og líklega þarf raungengið að stíga niður. Þá erum við komin í vélenda bakflæðið
raungengi sigur, verð innfluttar vara hækkar, verðbólgan fyrir upp, aftur fyrir upp vaxtastig og meðan þetta er að gerast, þá erum við að díla við það, Evrópusambandið er líklega áfram að halda áfram að minnka, þá verður þeir líklega í neikvætt raunvaxtastig eins og Japan og þá þurfum við að koma vöxtunum okkar undir 3 lagstu vaxtasvæðina meðaltali, veistu við erum bara alltaf Evrópusambandið niður í niðurfallið og ég reknaði þetta út, bjóð til gervigreindaforrit til að rekna þetta út. Ég fekk alveg upp í 2055. Þannig að... En þetta lýsa bara ómögulegu verkefni? Já, þetta er bara svona. Þetta verður bara svona. Og þetta getur varðið að eilífu. Ég meina að þetta tók... Já, fyrir að fyrsta náttúrulega þá, eins og þú sagðir upphafið að það er ekki salur fyrir þessu. Þú veist, það er hvorki út í atvinnulífinu, einstaka inngreinum eða hjá verkalýðsfélagunum, það er ekki á alþingi er ekki meiri hluti fyrir þessu. Það er hvergi, þú veist, og þess vegna er þetta algjör tímasóun að fara að byrja á þessu, að þetta mun aldrei enda. Nei, það eru bara enga líkur til þess að þessi tímalegna standi, þetta munu nokk tíma að fara í gegn. Þetta er augljóslega athyglisbrestur og það verið að svona setja þetta á dagskrá, náttúrulega í samhengi við alþjóðamál, kannski eitthvað svona, nú er kannski tækifæri til að koma okkur inn í ykkur svona upplöfi yfir því, ekki kannski eftir skamta það, ég er ekkert að gera of lítið úr því, sko, en það verðist að vera svona pínlítið það, ætla að hlaupa þarna inn að því að okkur líður eitthvað illa hvernig heimurinn allar er að breytast og það er kannski eitthvað skjóli því. Ég tengi ekki mikið við það, ég er ekki að segja að fólk hafi rangt fyrir sér, það er líka flókið ástand. Ég held að við ættum bara að einbytta okkur á okkur, höldum áfram að byggja upp hagvöxt, byggja upp útlendingsgreinar, notum það sem við gátum með gengi krónunar til að ná þetta með verst á verðbólgu og svo bara líður tíminn áfram, við erum í risastóri gervigreindabyltingu, ekki ætla ég að fara að spá hvernig framtíðin verður, það getur það enginn, hún er bara að breytast 3 mánaða fresti það kemur mínu lífi, sko, og bara, við erum ekki að flækjast inn í svona mál. En getur þú reynt að svona skýra eins betur fyrir mér og okkur sem erum að horfa fyrir út að tala um að ná betri stjórn á vextum og verðbólgu. Þú sagðir í ræðinu að þetta væri allt í okkar hendi. Já. Þú veist, hvað myndir svona forstjóri eins og þú leggja til að sko nákvæmlega yrði gert að stjórnvöld og seðlabanki til þess að ná betri tökum á vöxtum og verðbólgu á Íslandi? Sko, ég myndi að horfa svolítið á opinbera starfsemi sem hefur vaxið ansi mikið. Hún hefur vaxið hvað 22% af mannafla. Á hvað langur tíma? Síðan 2019. Já. Og það er nú bara ansi mikið vöxtur í hvaða fyrirtæki. Það er svakalega vöxtur. Já. Og ég held að þurfa að ná utan um það. Og nú er ríkið farið að leiða í kaupum og kjörum. Ég nú bara uppleiði mínum eigin fyrirtæki að opinbera stofnanir eru bara farin að stela fólki frá þér og... Já, ég segi ekki stela en fólk er alveg að fara þar, sko. Það er líka að vera að bjóða eins og góðan pakka, góð laun, stytta vinnuviku og ég veit ekki hvað heldur en að vera að harka í heimsviðuráðu með að dauði hjá okkur, sko. Mér vinnar ég að sé einhverstaðar daginn að bara 9 af hverjum 10 ráðningum á síðasta ári á Íslandi hafa verið til hins opinbera. Ég held að sé að fara rétt með. Það er náttúrulega bara brjálæðislegt. Það er rosa mikið og vissulega þurfum við opinbera starfsemi. En hún er ekki útlendingsvara. Nei. Hún styður við að útlendingsvörur verður til. Við flytjum ekki út opinbera starfsemi. Þannig að það þarf að ná eitthvað utan um þetta. Veist, hvað er að gerast hérna? Ég held að þetta er eitthvað komið út úr einhverjum böndum. Og ég held að það líka alveg fyrir að maður nú kallað eftir tillögum hvernig mætti ná betur utan um þetta í byrjun síðasta árs. Og ég held að það veri alveg bara mýgrútur og alls konar dóttir sem kemur upp. Þá má bara gera ansi mikið til að ná utan um þetta. Og sérstaklega á tímum gervigreindar sem er að bara hefja innreið sína í raun og veru að það hlýtur að vera sko gríðarlega mikið hægt að gera að draga saman í þessum útgjöldum ríkisins. Já. Og ég held bara ef við myndum taka bara rosa einfalt dæmi 22% af aukning í vinnuafla ríkisins bara það virkaði örugglega áður en við gerum þetta allt
og aftur, það eru náttúrulega alls konar hlutir inn á milli og stækkun þjóðfélagsins mjög skarpt og ástand á heilbrigðisstofnunum og þetta er ekki bað og baðvatn, það verður bara að fara vel yfir þetta, það er aðeins að gíra þetta niður, en ef við myndum sleppa þessu fólki aftur út á markaði í verðmætasköpun, ég held að það væri betra fyrir hagkerfið og sérstaklega eins og við nefnir, ef maður nota gervigreind einfalda regluverk og annað slíkt sem að náttúrulega við getum alveg skrifað okkar eigin dragiskíslu hvað við getum gert betur hér og hérna einhver leiti þessar tilhugur það, hvernig mætti gera ríkið meira, bara gera það betur hérna gera betur fyrir minna, þetta þurfa fyrirtæki að gera allan daginn og pressan virðist ekki vera eins mikil hérna í opinberri starfsemi. Nú er svolítið verið að vinna með að hækka skatt og gjöld og svona bara til að ná reikningum inn í jafnvægi. Það er kannski ykkur byrjun. Ég held að þurfi svo að ná þessi niður. Ég held að sé verðuð markmið að reka ríkið ekki í tapi þegar við þurfum að prenta peninga fyrir því tapi. Heldur að ná því í jafnvægi, en við þurfum líka eitthvað bara að horfa umfangið gagnrýnið eins og maður gerir alltaf. Við þurfum alltaf að gera þetta hjá Fenris, við veit ekki hvað, þetta er endalaust hvað við erum búin að vera snirta hér til og þar og það sem maður lærir á því, hann hvort gerir maður litla breytingar eða það sapnast upp, maður þarf að gera stóra breytingu. Og trúir þú því að það sé svona stærsti áhrifaþátturinn á verðbólgu, það er eyðsla ríkisins? Það er ákveðin hagfræðimenn sem segja það, en svo er alltaf einhverju sem mótmann, nei, það er ekkit algjört aukaatriði, hvað ríkið heiðir. Hvað er þú í þessu? Það er hægt að búið til alls svona hlutföll til að horfa á það, en akkur þurftu allt í einu 22% fleiri ríkisstarfsmenn og ég meina þannig að koma svona inn hlutin eins og stytting vinnuviku og annað slíkt og ég held að við ættum svona aðeins bara að hugsa það, nú vinn ég með fólki út allan heim og mikið með Kóreubúum, Kínverjum og Amerikunum hérna, og ég ætlum ekki að leggja til að við vinnum eins mikið og þeir. Nei. En þú veist ekki hvað það heitir að vinna fyrir að vinna með Kóreubúum. Við eigum ekki sjans. Ástæðan fyrir því að þessi þjóð slæri yfir sinni eigin vikt í poptónlist, tölvuleikjum, skipasmiðum, strókleðrum, örgjörfum, símum, sjónvarpum, bara nefndu það. Lúsiðnir. Þeir eru mjög duglegir. Og ég er ekki að leggja það til. En það er allavega, við erum kannski komin á einhvern stað þar sem að, ég veit ekki, ég allavega persónulega tengi ekki mikið við þetta. Ég er voða spenntur að ná árangri í okkur starfsemi og þetta er komið til umræðu ef við ekki bara vinna 4 daga í viku, það verður allt betra. Ég heldur sér alveg búin að keyra þessi tilraun, það bara virkar ekki svona. Þú þarft bara að hækka mannaflan með 22% ef við ætlum að vinna svona. Við þurfum bara að taka alvöru uppgjör og svona málum, að tala um þetta í alvörunni og taka svo eitthvað svona ákvarðanir hvað við viljum. En aftur, ég spyr, heldur að það sé stór áhrifþáttur á verðbólguna að við náum að strömlínulaga ríkisreksturinn betur og eigða ekki? Já, ég held að það sé, að því svo lendum við líka í þessu að nú erum við komið með auka breytu þar sem að ríkið er farið að leiða í kaupum og kjörum. Og þú blandar þessu tvennu saman að það búið að vaksa 22% í mannafla og farið að leiða í kaupum og kjörum. Þá erum við augljóslega með jöfnu sem bara skilar mjög augljósi niðurstöðu. Það er bara eitraður kokteil. Það er mjög eitraður kokteil. Að því að við þurfum enn mannskap í að búið til eitthvað til að flytja út. Það getur ekki bara verið þar, og ég veit alveg, við þurfum ríki og það þarf að gera þetta vel og margt frábært fólk í stjórnsýslunni, ég bara, hef unnið með hundstíð í þessu, bara alveg afburða fólki, það er ekki vandamáli. Þetta er bara svolítið mikið sem hlutfall og þetta er svolítið mikið vöxtur og þegar það fara að leiða í kaupum og kjörum, þá bara, Ég bjóst við að vera að keppa við Google, Microsoft og Electronic Arts og eitthvað svoleiðis, ekki íslenska ríkið. Nei. En Fenris áður CCP, fyrst hafið við starfað á innri markaði Evrópu gegnum EES og það hafið þið þurft að fylgja stórun hluta evrópska regluverksins. Hver væri raunverulegi viðbótakostnaðurinn fyrir Fenris eða CCP og íslensk tæknifyrirtæki af fullri aðild að Evrópusambandinu? Nú er það þannig að við höfum tekið svona ákvæmna afstöðu, þetta er oft verið kallað gullhúðun með
EES og við ætlum að vera heilar en páin þegar kemur að þessu regluverki og en það er alveg rými í gegnum EES samstarfið til að aðlaga reglur betur. Nú erum við að aðlaga þannig að við erum að bæta gullhúð eða blýhúð, hvernig fólk vil tala það. Við getum aðlaga þetta okkur ástæðum og við getum gert það með svona 2 ára reynslu að því hvernig þetta virkaði í Evrópu. Við erum að lifa það núna mjög beint þegar kemur gervigreinda löggjöf Evrópu sem að við erum ekki búin að innleiða. Þau innleiða hana í lok 23 held ég og allir hlaupið til handa og fóta, sérstaklega 2 fyrirtæki sem hlusta var á, Minstral sem gervigreinda módel frá Fraklandi, ASML sem eiginlega mögulega merkilegasta fyrirtæki bara í heimi, hollenskt fyrirtæki, kemur út úr Philips og algjört undraverk og Guðmund Almáttur það fyrir úr Evrópu, þannig ekki mikið sem stendur eftir þá og ég bara búin að heitt og einlega að Evrópu noti það fyrirtæki til að vinna með restina, en allavega þau kasta upp hvítum fánum, rauðum hönskum, bara öllu og það löpur til handafóta og búið til eitthvað sem heitir Omnibus, sem svona eitthvað svona neyðarlagfæringar á þessari löggjöf. Mig grunar svona með hvernig gervigreinda þróunin að það þurfa örugglega að gera númer 2. Við erum ekki búin að leiða þetta inn. Nú erum við alltaf búin að fá það að búið að laga hann einu sinni í staðan fyrir að fá hann bara strax í hausinn. Það er buffer á milli sem að... Það er buffer á milli. Það sem bæði, við getum hort á hvernig þetta gengur, snúið af afkalla. Ég er ekki svo viss að okkar pínlitla rödd við borðið sé aðfinnin til að snúið við afkallana. Þegar við komum að 2 árum seinna, þá getum við hort á hvernig hefur þetta nú gengið hjá þeim. Og þá getum við verið aðlaga okkur að einhverjum raunveruleika. Ég held að þetta sé alveg einstakt tækifæri að nýta þetta betur. Og það eru augljóslega alveg svona wiggle room í því, sko. Við hefum vissilega bara standið við okkar samning og allt svoleiðis. En við getum... Óþara gullhúða og það er hægt að gera... Já, og það er bara hægt að aðlaga þetta betur að okkar aðstæðum. Já, það er mjög. En þú hefur dregið upp mjög dökka mynd af samkeppnishæfni Evrópu og nefnir meðal annars minnkandi framleiðni, fækkun evrópskra fyrirtækja meðal þeirra stærstu í heimi og brottflutning einhyrninga eins og það er kallað. Hversu mikið af þessu skrifast á regluverk ESB helduru, eða hversu mikið á aðra þætti eins og orkukreppu, líðfræði, stríði í Úkraínu og yfirbyrði Bandaríkjanna í fjármagnsmörkuðum og tæknigerðum? Sko, ég er ekkert að draga dökka mynd. Þetta er þeirra eigin mynd. Þetta er ástandskoðun Evrópusambandsins á sjálfu sér. Veist, ef við værum í fyrirtækjasamruna, þá er þetta þeirra áraleikakönnun. Og við getum bara að lesa þarna. Viljum við sameinast þessu fyrirtæki með þessa áraleikakönnun sem liggur fyrir. Við bara fara í gagnaherbyggið og lesa áraleikakönnuna. Og hún lítur ekki vel út. Bara taka Evrópusamband að vera svona heiðalegt sjálft þig. Bara fullt rós fyrir það. Hvernig þau ætla að leysa þetta, ég er ekki alveg sammála því. Það er bara meiri og meiri minnkun á lýðræði. Það er í grunni til það sem að Mario Draghi er að leggja til. Bara að taka meira lýðræðan og sambandi. Þetta er bara verða eitthvað skrifræðislegt alveldi. Það er það sem hann er að leggja til. En er hann ekki að leggja til líka einhverju leyti afnema þungt regluverk? Jú, en til þess að geta gert það. Þá tekur hann lýðræði og sambandi. Þú eiginlega þarft að gera það. Því þú er búin að búið til svona mikla flækju, þá er komin svona mikla hagsmunir inn í flækjuna og þú þarft að ná 27 þjóðum eða 28 eða 30 hverða enda þegar við fara að gera þetta. Þetta er rosa mikið víraverk. Ímyndaði bara okkur sjálf að fara að minnka regluverk á Íslandi. Við erum bara pínlítið þjóð með mjög einfalt kerfi. Það myndi vera bara mikið, það verður allir að æpa og góla ef nei þetta mun leiða til svona og alveg annað. Þú er bara að gera það á 450 milljón manna mengi þar sem að fólk treystir hvert öðru ekkert rosa mikið. Og það er eitt sem að er kannski hægt að bæta við þetta í þessu dökkumynd, sko. Nú er alltaf að fara eitthvað svona frasi að þú spyrir fólk í Evrópusambandinu hvort þú líði vel, að þá kemur það bara eitthvað svona, þeim líði vel. Ég fór að skoða þessa könnun, hún er bara á netinu. 68% af fólkinu í Evrópusambandinu telur Evrópusambandið vera rangri leið
Já, einmitt. 68% í þessari sömu könnun. Já. Þannig kannski líður ágætlega en þau telja miklu meira en þetta, meira en 2/3 telja Evrópusambandið vera á rangri leið. Fólkið í sambandinu sjálfu. Hérna er tragísk Ísland, fólkið sjálft. Þetta er ekki einu sinni, þetta er ekki mínar skoðanir. Ég vil hann til og það eru alveg í samræmi við þetta. Þetta eru þeirra eigin skoðanir. Já. Og svo er náttúrulega sko orkukreppa, líðfræði breytingar og hvernig díla við stríðið í Úkraínu. Þetta er náttúrulega allt einhvern veginn skrifast það á ákvarðanir Evrópusambandsins. Sko, orkukreppan, algjörlega sjálfs ásköpuð. Evrópa ákveður það að setja ETS-kerfið sem er aðferð til þess að, já, þetta er útgáfa cap and trade. Við ætlum að setja þak á kolefnislosun og svo fólk að byggsa sín á milli. En þú byrjar á því að setja þak á hagvöxt í rauninni og svo ætlar bara deilunum út að því eins og staðan er í dag án nýrra tækniframfara þá verður orka ekki framleidd nema svona. Vissulega er Evrópusambandið að fjárfesta í því, það er verið að vinna í kjarnarsamruna í Evrópusambandinu, Breitlandi og út alla koppagrundir, veist, það er einhver leið að koma þessum kjarnorku, við erum aftur í gang, sólarafröðu, framleiðsla og allt þetta. En þeir byrja á þessu og það sem gerist að, veist, niðurstaða cap and trade er bara, treytið fyrir bara til Kína, þar endar öll innan að framleiðsla Evrópu, meira mengandi heldur en þú var í Evrópu og svo þarf að flytja hana aftur tilbaka sem er meira mengandi. Þannig aftur, keks, flókið dýnamík, þú tekur okkur eina breytu, kolefnislosun Evrópu, setur þak á það, veldur svo bara meiri kolefnislosun í Kína og meiri kolefnislosun á að flytja það tilbaka og umskipunum og alls konar ETS-kerfa, dóti og alls konar djöfla síru þarna bak við tjöld þar sem fólk er að treyta með þessi kredit. Veist, ég bý til leikakerfi bara for a living, sko. Ég myndi ekki treysta mér að búi til eitthvað kerfi, sko, nema bara stanslust að vera bara endalust og aga það bara mánuða fresti þegar maður sér, fólk er mjög útsmáið. Galinn hugmynd að reyna þetta bara. Já, ég meina þetta setur, fólk er að setja sig á mjög háan hest að skilja, sko, veist, hvað það segja, líffræði, hagfræði, sálfræði, veist, þú bara þú ætti að snerta öll sviðin og niðurstaðan bara liggur fyrir. Tóka alla sína framleiðslu, flutta hana til Kína, kaupa hana, það sem menga meira, kaupa hana og sér tilbaka, eru núna í neikvæðu treyti við Kína upp á 1 billjón evra á hvernig við einasta degi til að kaupa meira mengaða vörur aftur til Evrópu, veist. Hérna, ok, auðvitað náttúrulega gerir fólk alls konar mistök og allt svoleiðis. Hérna, maður er ekkert alveg að velta þessu alveg upp úr, en ég meina þetta liggur allt fyrir. Ég held að Draghi, hann er eitt kapli í skýrsluna hans, kapli B sem fer svolítið yfir þetta, ekki alveg svona skeiðing eins og ég er að taka þetta hérna, hann er aðeins svona, kannski verður eitthvað með í þessu, ég veit ekki, en nú þarf að gera eitthvað þegar það er ljóst hvaða niðurstöðu þetta hefur skilað. Hún er ekki góð. Fyrir umhverju fyrst og fremst. Og þetta eru, ég meina, hefur velti fyrir þér, sko, hvernig Evrópusambandið gat komist niður á svona arfa ranga stefnu? Er þetta vók hugmyndafræðin? Nei, ég held að þetta hafi ekkert með eitthvað þannig að gera. Nei. Ég held að þetta er svona skrifræðis element. Mín kenning, þetta er bara kenning, og ég sett hann einhver leiti fram í ræðunni, að Bretar, Þjóðverjar og Frakkar er alveg ágætisblanda. Tekur Breta út úr henni, þú bara með allt aðra blöndu. Veist, Frakkar eru mjög áfram opinbera starfsemi. Það er svona pínlítið draumur Frakka að vera annarkvort veitingastæðigandi eða bjúrokrati. Nei, með að fá bara bjúrokrata skólar og allt það, bara þetta er mikið partur af franskri menningu. Og svo ertu með Þjóðverja sem eru ansi mikið að hafa allt í rauðurreglu, búið til mikið að ferlum og öðru slíku. Svo eru Bretar svona aðeins meir í pönkinu, það er svona einhver svona einstaklingshyggju, frelsi, lítið ríki og verið í friði og eitthvað svona. Það er mjög djúpt í Bretunum, sko. Þeir vilja allir bara eitthvað sveitabæ út í sveit með hund og helst ekkert fólk. Það er svona orkan sem að fært stundum þegar maður er hana. Þetta saman var einhver dýnamík sem virkaði. Bretar einhverju leiti fara út þó svo að herslumunurinn hafi verið einhvers konar populismi,
pakka svona, pakkatilbóð hér og þar, þá undirliggjandi kergja yfir hvert þetta var að fara. En það sem hefur gerst, og þetta hefur verið vont fyrir báða og líklega allan heiminn, það var ekki gott að Brexit átti sér stað. Bretland stórskaðað og Evrópa stórskaðuð. Og Evrópa mun núna bara gýrast upp í þessu skrifræðislegu alræði. En þú talaður að þú sjáu fyrir þér að Bretland muni högta aftur hann inn. Þeir hafa högtað út og þú sér það fyrir þér haldra hann inn tilbaka. Þeir náttúrulega taka ansi hart Brexit. Veist, þegar þetta loksinn kemur þarna, þá tekið ansi hart, Veist, þeir eru algjörlega á berangri stattir, og þau eru að læra að vera sjálfstæð þjóð og byggja upp viðskiptasambönd og allt það. Veist, það var ekki eins og þeir, veist, þegar Grænland fór út úr ESB, þá Grænland með svona næstu því EES svona líkansamning. Þannig sér samningu fyrir Grænland og þegar að, veist, Færeyjar fara ekki inn, það náttúrulega mjög snið hvað Danmörk hefur gert. Færeyjar og Grænland eru fyrir utan og Danmörk inni. Þetta alveg... Þetta er mjög produktífu cocktail fyrir Danmörku, en það líður öllum vel þar og allir sáttir. Þeir taka ansi hart í þetta, og ég held að þeir hafi vanmetið í rauninni hvað þeir voru orðnir háðir Evrópusambandinu og bara allt það. Stökk úr því að vera með bara engan samning, ekki eitt né neitt. Já, og líka bara ansi mikla menningu, þeir voru hann í 47 ár. Það tekur mjög langan tíma að læra að vera eitthvað annað, En það einmitt málið, er ekki erfitt að meta áhrif Brexit á svona stuttum tíma? Það er bara 10 ár, það ekki alltaf stuttum tíma til þess að meta einhvern veginn hvað þessi ákvörðun, hvaða þýðingum hún hefur. Er þetta ekki bara áratuga dæmi sem við verum að sjá hvað Bretland mun standa? Já, þetta það og ég held að það sé ekki þetta að kalla það, hvort þeir fari inn eða hvort sættir takist einhvers konar samkomulag. Veist, það náttúrulega mjög eðlilegt að Bretland og Evrópa hafi einhvers konar samkomulag hvernig þeir alltaf eiga viðskipti. Ég hef nú svona bara í einhverju fantasíu bara hugsað, maður hugsaði einhverju scenarium, ef ekki bara að fá Færeyinga, Grænlendinga og Breta til að koma í EES með okkur og Norðmönnum og þá eru bara, veist, svona ákveðin partur af... Þetta ákveðið svona prisoners, þetta svona ákveðið dilemma með að, veist, Evrópusambandi getur ekki svo hæglega sagt, sjálfsögðu að þið vil ekki vera Evrópusambandinu, þá bara gerum við bara einhverja eðlilega samninga við okkur eins og við myndum gera eins og Evrópusambandi hafa aldrei verið til, bara Evrópa dílar við Bretland og sem bara fullkomlega eðlilegasti hlutur í heimi. En nei, við getum það ekki alveg því að þá eru að setja fordæmi og það skil bara verið bara gott og blessað að fara úr Evrópusambandinu. Við viljum ekki setja það fordæmi, þannig að við ætlum að láta ykkur vera út í kuldanum og þetta verður bara einhver störukeppni dauðans. Já, ég meina við erum bara að díla við þetta. Ég meina það varu mörg lönd að spá í svona hlutum. Það var alveg harður lína á ástæðin fyrir að taka svona harkalega á þeim. Þetta skal ykkur að kenningu verða. Og Bretar að ykkur leiti ykkur svona hasagangi. Það var svona eitthvað Boris Johnson, get Brexit done, verðist í ykkur svona handalhöpum, og bara þeir gerðu þetta ekki vel og Evrópusambandið gerði þetta heldur ekki vel. Það varð öllum að kenningu verða, það vil enginn gera þetta núna, nema núna alveg upp á síðkasti, Þýskaland, en nú er þið ansi, samtal í Þýskalandi hefur breyst ansi mikið þegar kemur að Evrópusamstarfi. Nú er stærsti flokkurinn samkvæmt skoðanakönnunum, sem var nú næst stærsti flokkurinn í síðustu kosningum, AfD, Alternative for Deutschland, hann er orðin stærstur og hann hefur alltaf verið með það á stefnuskránni sem að fara út úr evrunni og þeir tala mjög opið það að þeir vilja fara út úr Evrópusambandinu ef því er ekki breytt mjög róttækum hætti. Þá skulum við líka bara pæla í tímalínunum sem frættum 2042 til 2055. Hvar verður Evrópusambandi þá? Já, hvar verður evran? Ég meina evran án Þýskalands, ég veit ekki hvað það snýst sko. Nei, það mitt. Það er allt önnur mynd. En já, þú talaðir einmitt Evrópusambandsaðild sem kínverska fingragildru. Já. En þú veist, við horfum á Breta fara út úr Evrópusambandinu, en þú ert að meina þá að það kemur engin ólaskaður út úr því. Og sérstaklega ef við værum komið með evru, þá er það ekki bara ómögulegt að fara út úr þessu.
ég held að það sé gjörsamlega ómögulegt en hugsaum líka eitt, nú erum við í ES það verður bara að vera, ég veit ekki 100% samkomulega hérna á Íslandi að það sé frábært ok, hérna erum við 100% sammála eitthvað frábært bara ok, ef við förum út úr því það verður ekkert inn í það gengið aftur veist, hérna það er ómögulegt og það mun líklega rakna upp ef við erum svona ánum með ES ef við þá ekki að verja það við setjum Noreg bara í mjög slemma stöðu hérna, og líkt eins þannig er hérna eitthvað með en ég meina þetta er bara Noreg og Ísland þannig bara þannig að þetta er ég held að við ættum bara frekar að byggja það upp veist, hérna við getum örgulega veist, hérna veist, ástand og samband okkar við Grænland er ekki hægt að vinna eitthvað annað ég held að það sé líka annað að taka fyrir stöðunni eða taka hinn vinkilinn sko hérna það er alveg hérna Ísland, Færeyjar, Grænland sem eru öll í svona sérstöku sambandi við Evrópusambandið við getum alveg gert góðan til við Bandaríkin hérna, og það er bara eitthvað svona eðlileg tolla umhöndlun og eitthvað svona það er nú svolítið mikið eitthvað út allt það er alveg að stabilisera það við komum hérna 3 saman og ok, ég veit ekki alveg með Dani en við getum alveg verið átt í einhvern svona samtalum til þess þá þyrftum við að hafa mannafla úr íslenska stjórnkerfinu sem að vera með, eins og þú sagðir, með athyglisbrestin alveg í Brussel. Það gengur ekki upp. Nei, enda ég held sko, ok, það má alveg skoða svona og bara velta upp ykkur flötum og allt svo leiðis. Hérna, ég myndi ekki segja að þetta væri eitthvað stórmál að vera að finna úr núna. Ég held að við höfum að halda áfram þeirri vegferð sem við erum á. Það er búið að setja nýja mjög fína atvinnustefnu, mikil aðgerða áætlun þar. Það er búið að segja hérna, nýsköpunar og tæknistefnu, hérna rannsóknarstefnu, hérna mikið aðgerða áætlun þar. Menntakerfið þar bara Grindavíkur aðkomu, veist að það bara að fara að taka Grindavík á þetta eða COVID. Þetta er mjög slæmt mál og stórskaðið til framtíðar og við erum að fara bara illa með börnin á Íslandi. Ég hafði mikla reynslu að bera saman menntakerfið því ég þurfti að taka börnin mín úr íslenskum skólum í breska skóla og læra á það kerfi. Aðeins. Það er betra þar. Já, þetta er miklu starra topic heldur en hér. Sko, 20% af umræðum alls fullorðins fólks í Bretlandi snúast skólagöngu barna sinna, sko. Þetta er, ég hef mætt á svona pappa bjórkvöld hérna með pöbunum í skólanum hjá börnunum og hvað er talað skólagöngu barnana, ekkert annað það er ekki verið að tala rugby eða fótbolta það er verið að tala skólagöngu barnana. Ég skil. En það er eitt sem ég langar að spyrja þig þegar þú ert búin að vera með þessar tengingar í Kóreu og Kína og svona sko, þessi svæði sem að við litum einhvern tímann á bara sem einhvers konar þriðja heim, sko, eins og Kína og Indland og svona sem eru vaxandi stórveldi í efnahagslegum skilningi og við erum með góða samninga, við erum með fríverslunarsamning við Kína og góðan samning eftir við Indland að þetta eru svæði sem að eru bara í stöðum vexti og við sjáum á til dæmis hverju eiga KEA hótel núna? Það er einhverjir Asíubúar og hverju eiga Icelandair Hotels, það er Beirasia Hotel keðjan sem og bara hótel út allt Ísland eru í eigu einhverja Asíubúa af því að þeir sjá að þarna er að fara að koma vaxandi millistjett frá Kína og Indlandi og þessum svæðum í framtíðinni, sko. Er þetta ekki rétt hjá mér? Þetta er mjög stór breyta bara business bara við allt önnur lönd heldur en Evrópu, sko. Já, sko, ég er nú við höfum rekið skrifstofu í Kína í Shanghai í 20 ár og ég hef mikla reynslu, ég held ég sé búin að fara 50 sinnum til Kína á þessum tíma og ég hef eitt bara stórum part af lífið mínu í Kína og það er, sko, þegar maður er Íslendingur í Kína og það er alveg bara niður á nafnið, bara Bingdao bara vekur upp rosa jákvæð viðbrögð að því að sko burt sé frá hugmyndinu Ísland bara þetta orðasamband bara býr til bara væntingar og góðar og nú erum við held ég að fara að opna beint flug aftur í október í október og og vissulega eigum við að nostra við þetta meira Þeir eru bara að framleiða eiginlega bestu bíluna bara þeir munu framleiða bestu róbotana þær þegar orðið sást ekki 100 metra hlaupið kýminski róbotin sem, ég meina að þetta er á
flegiferð í bókstaflegu og metaforísklu við verðum komnum með kínverska róbot ég segi ekki að verði jólagjöfin 27 en þeir verða í búðum að gera eitthvað svona með jólasveinahatt 27 mark my words jól 27, það verða kínverski róbotar í jólabúningi á Íslandi og svo einhvern tíma verða þær jólagjöfin það verður svona eins og rúmba nema nú er þetta bara, eða slátturóbot nema nú er þetta róboti og það er mjög stutt í þetta það sem kínverjar bara að gera ef þú ferð á kínverska bílasýningu og sér hvað þeir að gera Guð minn almáttugur, þeir eru bara að prófa allan fjandann hérna er bílar með dróni hérna er bíl sem flýgur hérna er bíl sem líka er bátur hérna er bíl sem er með eitthvað að hafa bara sprettur upp hérna eitthvað risasjónvarp og þú getur haldið út í bíó þeir eru bara eins og Bandaríkin svona á 5. áratugnum og þeir eru að gera actually góða bíla sko já, líka það, þeir eru að gera mjög góða bíla og við erum með bara mjög functional samning við þá konum við eitthvað pínulítið aðeins á sín tíma því við erum búin að vera þarna svo mikið og það er náttúrulega þjónustu viðskipti og annað slíkt og það er alveg ljóst að Kína er alveg rosa til í að gera svona tilraunir í viðskipta tengslum við svona lítiland veist, hérna er þetta aðeins að prófa sig áfram og við getum alveg þróað þetta miklu meira og veist, flugin og þetta og svo náttúrulega fyrir við að geta að fara að fljúa alls konar próteini, hvað sem það er lax eða þorskur eða hvað ég held nú að ég var nú í Japan í sumar þetta á oppinum af laxinum í sushi í Japan komum frá Núri ég held að við getum bara að flytja allt fiskeldi bara í einu flugi til Asju til Kína og svo náttúrulega, ég veit ekki ef það er rétt með með þessar loftslagsbreytingar að norður Íshafið verði opin siglingarleið sko, ég meina þetta er allt breytur sem þarf að taka inn í. Já, alveg vissulega og ég held að veist, það er alveg fulla ástæða að ræða Kína alveg í ykkur dýft sko, af því að ég meina þeir eru svona fyrir aðeins eftir hvernig þú mælir það, stærsta hagkerfi í heimi, veist, hvað þú setur nákvæmlega tíman það sem er nákvæmlega orðið, eða þá erum við bara á útgefnar vísindagreinar, veist, tækniframþróir, hver eru að auka mest í orkuframleiðslu, hver eru að búa til sólarrafhlöðurnar. Ég held að það sé nú þegar orðið framleitt en ekki uppsett 1 terawatt af sólarrafhlöðum í Kína sem eru búin að framleiða eða bara eftir að skrúa upp. Heildar raforkuframleiðsla heimsins eru 20 terawatt þegar 1 terawatt bara óuppsett og svo er framþróun og það eru bara sólarrafhlöðu línuna hjá þeim. Þarna svona leysast þessi loftslagsmál, þau leysast svona. Akkurat. Þannig að aftur að vera með fókusun einhvern veginn á hnignandi Evrópusamband og fara að skrúast onni í það einhvern veginn með þeim. Þetta er ekki besti tímapunkturinn í það. Ég held að sko, við ættum bara að halda áfram okkar vegferð og ef hún heldur áfram sem framháir þá held ég við getum gert bara svona öfuga drækisíslu. Við bara gefum það út og kannski hjálpalega Evrópusambandinu. Við náðum að aðeins að róa okkur í reglusetningu. Við náðum að taka svolítið eitthvað reglum og aðlaðar að elluðum aðstæðum. Við náðum að vinda ofan af okkar eigin skrifræði og reglusetningu og allir að passa alla og má engin neitt gera. Við náðum að koma okkur hingað. Kannski getur það, veist, hjálpa fólki. Nú þegar held ég að við höfum alveg ágætis efni það. En hvað myndir að segja við fólk sem að hugsa sko, já, það getur vel verið að þetta sé allt rétt sem þú ert að segja, en það er samt bara fáránlegt sko, við á laugardaginn erum við bara að fara að kjósa sko, við erum ekki að fara að kjósa aðild sko, við erum bara að fara að sjá, og það er bara fáránlegt að fara að hafna því að sjá hvað er í boði, hvað er alltaf að bjóða okkur? Já, ok, það er náttúrulega, veist, standardsvarið er bara þetta lítur 95% fyrir og veist, eitthvað 5% til og frá. Veist, við getum alveg, það er alveg búið að segja þetta til döða. Ég myndi kannski horfa á þetta svona. Hérna eru Íslands stjórnvöld að spyrja þjóðina hver á okkur forgangsröðun að vera. Og það er frábært. Nú fáum við bara að ráða forgangsröðun stjórnvalda. Forgangsröðun í allri útgerð, hvað sem er fyrirtæki, stjórnsýsla, hvað sem er, hefur allt að segja. Því sem að gefur athygli, það vex, það sem að gefur ekki athygli, það dofnar. Svona bara virkar þetta. Athygli stjórnvalda er mjög verðmætt. Stjórnvald eru búin að búa til atvinnustefnu, hún er bara mjög góð.
ég myndi setja athyglina þar, setja hann í framkvæmd, ná af krafti að taka á vöxtum og verðbólgu. Það er mikla athygli í það. Laga vinnumarkaðsmódelið, koma einhverjum böndum á þennan fjöldaríkistarfsmanna sem við mögulega getum aðeins temprað til og komið meira í verðmætasköpun og hlutning. Þetta bara mjög skýrt og gott plan og ég myndi velja þá forgangsröðun. Meðan að hitt áframhaldandi yfirliti í mörg ár nákvæmlega hvað það þýðir og þetta keksflókimál. Það getur enginn svarað þessu. Það þykjast allir vita þetta. Ég ekkert að segja það, ég vita þetta 100% þetta gott eða vont og eitthvað og lalala. Mér líst bara ekki á þetta. Mér líst vel á hitt planið. Ég segi já við þessu plani sem bara okkar plan og plan stjórnvalda okkar. Þau eru alveg búin að skrifa þetta allt niður fyrir okkur. Það hérna skýrslan hvað getum við optimisera ríkið frá því fyrra. Það atvinnustefnan, það stefna vísinda og nýsköpunarráðs. Það aðgerða áætlanir að baka þetta allt. Göngum bara í málið. Það plan. Ég til. Það frábær eiginlega lokaorð. Það ekki miklu við þetta bæta en mér langar samt svona áður nú ferð og getur satt mér bara aðeins svona á skemmtilegri nótum til dæmis frá tölvuleiknum sem þau eru að gera hjá Fenris. Já, hann heitir Vanguard. Hann byggður á leik sem við gerðum 2013 sem heitir Dust. Gefum út á PlayStation 3 tölvur. Gerði ágætt mót, það eru 8 milljón manns sem spiluðu hann. Við náðum ekki alveg að stilla svona greiðslumódelið af. Við vorum að reyna að gera free-to-play leik. Þetta var fyrsti free-to-play leikurinn á konsoltölvu og líka okkar fyrsti skotleikur. Síðan hefur við lært mikið og við erum búin að natni hérna byggja upp skrifstofan í London. Mikið af alls konar snillt að leiði þar. Við erum búin að vera með henni í prófunum. Við erum í stórum prófunum núna í sumar. 45.000 mann spiluðu og gaf okkur mikið upplýsingum hvar við þurfum að bæta leikinn. Og við erum að gera aftur í nóvember. Þannig að ef að fólk hefur áhuga þá ætti það að tjekka okkur í nóvember. Og hvað heitir þessi nýja leikur? Hann heitir Eve Vanguard. Já, Eve Vanguard, já. Og hann tengist Eve Online. Þannig að þegar þú ert að gera eitthvað í leiknum eða þú ert að taka mission í leiknum þá það mögulega eitthvað sem að einhver í Eve Online hefur látið þig vantar að láta gera þegar í jörðinni og hugmyndin svolítið svona, veist, Eve náttúrulega svona strategiuleikur út að taka hersvæði og sólkerfi að þú þarft fyrst að ráða yfir sólkerfi í þeirri framtíða sem að þessi leikur komin og tengdu við þá ertu bæði að taka sólkerfið og plánutundar þannig að þú ert að vinna á milli leikja þannig að við búum til svona ennþá meira drama ég var enn þrýst á drama og svo erum við náttúrulega bæta alls konar gervigreindar samstarfi með Google DeepMind inn í þetta Já, veitu hvað það að gera með gervigreind í dag? Eins og við kannski fórum aðeins yfir einhverju leiti hérna upp að þá vorum við að kaupa tilbaka fyrirtækið frá Suður-Kóreu búunum sem við seldum 2018. Við genum það með hóp fjárfesta á Google DeepMind. Minniluta fjárfestir í þessu svona sem við settum saman til að koma þessu út. Svona aftur tilbaka til Íslands að mörguleiti. Svo erum við í þróunarsamstarfi með þeim. Þróunarsamstarfið gengur svona nokkurn veginn út á það að taka það sem á góðri íslensku eru kallaðir erindrekar eða AI agents í upp á ensku og erindrekar svona það sem að gervigreinda þróunin eru erindrekar sem skrifa forritskóða, leysur alls konar málum og annað slíkt og það sem er að koma betur og betur í ljós að þessir erindrekar eru miklu öflugri en við héldum. Þeir eru farin að geta að vera hakkarar, brotið upp tölvukerfi, smógið sér alls konar inn. Erindrekarnir ykkar eða bara erindrekar almennt? Almennt. Það er smá spyrst talmynd á íslensku, ég ætla að halda það áfram. Og það var náttúrulega erindreka módel frá Anthropic sem hét Fable, sem að gerði allt vitlaust, af því að það ógnaði tölvuöryggi vissulega og síðan hefur það bara vaxið og vaxið. Þannig að við erum núna á staði í þessari byltingu þar sem það erfitt að meta hvort að þessi erindrekar séu með okkur í liði eða ekki. Það er að segja mannfólkinu á mjög stórum skala. Þannig að það sem við erum að þróa svona sandkassi fyrir erindreka
að sýna okkur í hvað þeim býr. Já. Við viljum fyrst að setja þá í sandkassan og sandkassin byggður svona á EVE Online og EVE Online nægilega flókið fyrirbæri til að vera svona næstu því eins og raunveruleikin en líka nægilega sko einangraður frá raunveruleikunum eða allt fyrir skrúna ég meina þá erum við ekki búin að missa bankakerfið eða Ertu að segja mér að þið séu búin að byggja upp eða þú veist þið séu að gera svona módel heim til þess að sjá hvort að gervigreindin muni verða ílskan uppmáluð og ráðast gegn mannkyninu eða hvort að hún muni leiða til góðs, þú veist, þið er að setja upp þetta módel til að sjá hvert hún fer. Já, þetta hárrétt hjá þér. Okay. Og við erum bókstaflega að gera þetta og við erum náttúrulega augljóslega í samstarfi við Google DeepMind. Það liggur allt fyrir. Þess að Google DeepMind. DeepMind, já. Það eitt af það sem kallað svona Frontier Labs. Þetta DeepMind, Anthropic, OpenAI, fullt af kínverskum fyrirtækjum, þetta það sem þetta allt heitir sko. Og við erum svona búin að búið til hennan sandkassa og við erum að prófa á honum núna með DeepMind og við erum byrjuð að vinna með öðrum en það ekki tilkynnt. Við vorum að gefa út mikið af efni á föstudaginn þess að við vorum að fara bæði Google að tala sinnandi af þessu og við erum að tala hvernig þetta vinnur í EVE Online og öðrum leik sem heitir eFrontier sem nýleikur sem við erum líka að vinni og þarna ætlum við að búa til þennan sandkassa þar sem við hendum inn erindrekum og spilurum hrærum í og sjáum hvernig niðurstaðan verður og þá líka sjáum við sko oft á tíðum fyrir gervigreindin að gera eitthvað annað en við vildum hún er smá svona ofviti á einu rófinu en svo hún bara svolítið mikið vitlaus annars staðar og hún bara gerir en kannski gengur henni til, en kannski veit hún bara ekki betur og þá þarf að finna, fólk skilur þessi módel miklu minna en kannski fólk átt að sjá, líka fólki sem er að búa þetta til þetta stanslegt að koma fólki óvart hvað þetta eru öflugt en í svona sandkassa þá þetta að sjá hér sanna eðli og finna þegar þetta fer út af spórinu að þá þetta að grípa inn og læra hvernig við þjálfum þau betur til þess að vera með okkur í liði en ekki með sjálfum sér í liði eingöngu. Hvað haldið þið að sandkassinu þurfi langan tíma til að spilast út til þess að þið fáið einhverja niðurstöðu? Sko, ég held að þetta byrji í stuttum skrefum, kannski 2 vikur, en svo lengist tíminn að því að það sem að langmesta undirförlin undirförli sem að grasserar yfir langan tíma. Núna erum við búin að gera alls konar tilraunir og við getum stilt söm módelin til að vera undirförul gagvart hinum sko, þannig bara að spila við sjálfan sig eða svona mismunandi erindrekar með mismunandi stillingar og þetta verða mjög svona mannlega niðurstöður, ef við segja það fólk nú líka bara eins og það er ekki allir góðir. En segðu mér eitt, þú ert búin að vera lengi 23 ár í þessu hvenær var það sem að getur þú sett eitthvað punkt á manstu hvenær þú áttaðir á að gervigreind væri næsta risa bylting? Nei það er ekkert eitthvað mjög langt síðan sko. Ég man eftir þessu samtali með Demis snemma 2017 þá lærði ég mikið sko, hvað var í raunin að gerast allavega með að við hvað var að gerast þá mér þótti það mjög áhugavert hvað þetta var í rauninni langt komið en ég held að enginn hafi verið að segja þeim tíma að þetta myndi gerast síðan svona allt í einu og svona rosalega fljótt það er oft talað svona það sem gerist á milli svona tæknibóla er kallað vetur það er svona internetveturinn, AI-veturinn, Bitcoin-veturinn, þetta er svona það sem fólk kallar það vetur og þegar ég er að tala þarna við Demis þá er svona AI-vetur, það hefði enginn trú á sér rauninni, hann var alveg bara svona einn út af akri og Google kaupir þetta fyrir ekki mikinn pening sko, vildi bara svona, leist vel á þetta en það trúði enginn á þetta svona í alvörinni, þannig að en síðan náttúrulega verða þarna ákveðin svona stökkbreytingar aðalega í gegnum notkun á NVIDIA-kuppum sem að merkilegt nokk komur tölvuleikjum. Ég var búin að vera að forrita NVIDIA-kuppa allt mitt líf sko.
ekki datt mér í huga að setja öll orð mannkins inn í gervigreinda, inn í skjákupuna í tölvunluminni. Nei. Og svo náttúrulega bara springur þetta út þarna með útkomu ChatGPT og það bara kom öllum á óverum, líka þeim sjálfum. Þannig að ég ætla ekki að þykjast að hafa verið einhver vitringur með þetta. Nei. Svo, svo gerist það bara núna, það er svona 2 mánaða fresti, fæ ég nýtt bara svona, vá, gæti hún leist þetta? Ég átti ekki vona því. Þetta er einhvern veginn í öllu sem að, þú veist, hvað sem þú ert að gefa út hérna podcast, þú veist, og með einhverja efnisveitu, það er alveg sama, held ég, þú getur optimæsað og gert vinnuna þína auðveldari á öllum sviðum. Já. Og ég er svo hissa að maður hafi ekki heyrt ennþá, sko, að því vorum að tala áðan bara í stjórnkerfinu og í hóinu opinbera. Já. Og maður heyri ekki af, sko, einhverjum svona algjörum byltingarkenndum vinnubröðum, það sem að, þú veist, sem að kostar helmingi minna af mannafli, þú veist. Er ekki alveg ljóst að það er engan veginn búið að hagnýta þetta með þeim hætti sem að verður hægt hjá hinu opinbera? Sko, það er á engan átt búið af því. Við sjálf hjá Fenris erum í, sko, bara taka honum stóra okkar til að ná að hagnýta þetta. Og við erum nú alveg svona framalega á meirinni þegar kemur þessum málum. Það er svo mikið í boði. Þetta er svo óvanalegt verkfæri að við erum vissulega að nota mjög mikið af þessu en við erum bara rétt að kroppa í það, sko. Akkurat. Ég held að við þurfum meira af svona vinnu, bara eins og hjá þér og hjá okkur og öðru slíku, áður en að við erum kannski að fara að draga svona almenna ríkistarfsemi inn í það. Ég held að hún sé nú svona heilt yfir, tekur kannski við hlutunum þegar svona aðeins búið að ramma þetta betur inn. Þetta er ennþá bara rosalega nýtt og stöðugt að breytast. Það er líka annað sem gerist og ég sé það hjá okkur, sko. Maður heldur að maður sé kannski búin að koma nokkuð vel af stað með þetta, nú erum við búin að ná utan þetta, svo kemur eitthvað bylting og þá þurfum við bara að henda öllu sem við vorum að gera og læra eitthvað alveg nýtt. Við þetta. En og ég hef nú búin að vera í þessu lengi, það gerist aldrei að maður þurfa að gera þetta mörgum sinnum á ári. Áður fyrr þurftum maður að gera þetta kannski nokkra ára fresti. Nú gerist þetta bara svona 3 mánaða fresti, við þurfum bara, nú er þetta allt öðruvísi, við þurfum bara að læra þetta nýja. Svakalega örþróun í þessum. En ég held, og ég spái því, ég var nú meira á þessu, hvað verður öll störfin okkar og allt þetta. Náttúrulega eðlilega spurningar. En ég hef komist á aðra niðurstöðu. Ég held að það verður svo mikið efnahagslegur ábati af þessu að það verður svo mikið economic surplus sem kallað ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Að hann finnur sér alltaf leið. Það verður alltaf til störf sem tengjast í að taka það við. Og við höfum alltaf upplifað þetta, veist, þegar við fengum bíla í staðin fyrir hesta, þegar við fengum lestir og flugvélar í staðin fyrir bíla og veist, og einhvern tíma þetta verið með geimferðir. Að það náttúrulega hurfu svo mikið á störfum og þá bara komið endalaust mikið á störfum í staðin. Það sem er kannski vandamáli hér er hraðin. Veist, þetta er að gerast svo hratt að það kannski, þetta verður svolítið svona erfitt með að ná því að standa. En ef við bara horfum á mitt eigið fyrirtæki, bara, veist, við erum bara með alveg marga starfsmenn og það er engin eitthvað sérstaklega mikið að tala um það við erum bara enginn hafa ágjörð því að starfið hans sé að vera úrelt. Sko, að einhver leiti verða störfin þau breytast og maður það bara breytast með því. Núna er svolítið meira hratt en áður, það er svolítið svona bara erfitt að breytast og erfitt að læra nýja hluti og við vinnum bara með því. En heilt yfir er þetta bara að leyfa okkur að gera meira. Ég hugsa bara gott í glóðarinn en við erum bara tiltölulega lítið fyrirtæki í okkar bransa. Nú getum við farið að slá hans sér hessilega fyrir ofan okkar vegt. Og þá sérstaklega hérna á Íslandi þar sem að sko, okkur skortir oft svona sérfræði menntun en gervigreindin er miklu betri að vera sérfræðingur heldur en almennur starfsmaður. Og Íslendingar eru svolítið þannig. Við erum svona allt múlimann, við erum ekkert frábæri í einhverju einu, við erum svona getum göslast í öllu. Þarna er gervigreindin alveg ofurkraftur fyrir þjóðfélög og fyrir fólk sem er þannig. Það er náttúrulega ef þú er búin að vera að vinna með skóplu 10 klukkutíma á dag, bara einn að moka 10 klukkutíma á dag alltaf, svo færðu gröfu, þá segir ekki, ég ætla bara að grafa 1 klukkutíma í dag, heldur ég bara gref bara miklu meira. Frábært þeim. Sjálfsögðu. Frábært þeim.
það var ein spurningin í ESB-dæminu sem ég kom ekki að áðan, en þó við séum eiginlega svona búin með það, vil ég samt skjóta það inn, sko, að því að þetta er líka eitthvað sem að fólk pæli mikið í, sko, ef að ríkisstjórnin gæti tryggt undanþágur fyrir sjávarútveg, orkumál og aðra íslenska sérhagsmuni, fengi það greift í stein, algjörlega varanlegar undanþágur og samningur eru þá að lokun lagur sérstaklega fyrir þjóðina. Væri einhver slíkur samningur sem að geti samfært þig að skipta skoðun og segja já við ESB? Sko, ég held að bara til þess að fá okkur áhuga á þessu, þá held ég að bara undanþágunar eru bara svolítið mikið yfirgripsmeiri en það. Veist, það er þessi endalösa reglusetning sem til vandræða. Já. Og ef þetta að fá undanfáðu fyrir því sem ég enga trúa, sem heldur mun aldrei gerast. Ég held að bara uppsetningin sem við höfum í dag, takkjara bara fyrir gegnum ES, við getum aðlag, við getum sjá hvernig það gengur, getum aðlag, við erum með fjárfélagssið, við þurfum að halda áfram að þróa okkar gjaldmiðlamál, vissulega. Ég held að við höfum orðið eitthvað ágengt, það er ennþá hellingur eftir, en eða 3 árum í að halda áfram að fíntjúna það og okkar eigin efnahag á saman tíma versus þrátt að við Evrópusambandið í 3 árum allar þessar undanþágur. Ég bara, til hvers í rauninni til að fá evruna 2055? Veist? Nei. Þetta er ekki svolítið langsótt. Þetta er bara ekki góð hugmynd, sko. Þetta er bara alls ekki góð hugmynd. Ég veit bara ekki alveg, veist, til hvers. Nákvæmlega. Þetta er bara gott setup sem við erum með núna. Hvað, veist, 0,1 sæti við borðið, ég veit ekki, 6 manns í Evrópusambandinu með eitthvað, veist. Akkurat. Herðu, þetta er búið að vera mjög fræðandi og skemmtilegt spjall. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris eins og það heitir í dag. Ég vil bara þakka þér kærlega fyrir komuna og hafa gefið tíma til að sitja þetta með mér og óska þér góðs gengis með allt það sem að þú tekur þér fyrir hendur. Takk kærlega fyrir það.